að setja upp bara dæmi svipað því sem þið hafa verið að gera, nota Express Generator hérna og aðeins svona skoða hvernig við setjum upp svona routes og gerum eitthvað, þessi middleware, hvað er það? Þannig að núna er ég búinn að setja upp hérna eitthvað demo, ég ætla að taka það aðeins og ég ætla bara vera, skulum bara nota það sem ég er búinn að undirbúa, þetta er svona aðeins smá seinkun á okkur, á mér. En það sem við sjáum í raun, nú erum við búin að keyra hérna Express Generator og við fáum einhvern svona ákveðin struktúr á verkefninu okkar og það sem ég er búin að bæta við hérna er það að setja inn hérna eitthvað lib og eitthvað middleware. Svo erum við aukalega með einhver dependency sem við þurfum að installa hérna, gerum það, en við erum með viewin sem er þessi view sem er þá við erum með einhverja logík og við viljum birta hann einhvern veginn. Þannig að viewin er það sem við geymum í raun templateinu okkar og það sem við ætlum að nota í dag og þegar að nota í verkefninu er hérna Jade. Það eru til fleiri svona templating-mál sem við munum fara yfir. Það máli fara rauk fyrir að HTML sé bara templating-mál eiginlega. Nei, við þurfum einhvern veginn að geta sett inn einhverja breytur. Við þurfum að geta gefið viewinu okkar einhver gögn og birt þau. Og svo er bara hversu mikið viljum við vera að gera í viewinu. Við getum alveg gert hellinga lógík í viewinu, eins og þið hafi verið að skoða each og if, og það er hægt að setja inn JavaScript í Jade og eitthvað svona. Og það er oft gott, það er oft slæmt, og það er oft bara svona finna þennan balans. Og svo erum við með þetta lib hérna, sem að í þessu dæmi hér er ég með tvennt þar inni sem er eitthvað pass.js og users.js. Og lib er þá bara að vera með einhvern svona library kóða sem eru einhverjar einingar sem gera eitthvað ákveðið og horfum bara á það sem eitthvað black box. Og í þessu dæmi hérna er ég að byggja þetta á þrennu. Það er hérna session middlewareið sem leyfir okkur að búa til svona session eins og við töluðum aðeins á mánudaginn, svona eitthvað til þess að persista einhverjum gögnum, til þess að vita það eftir að þú ert búin að gera eitt request eða að þú hafir einhvern tímann gert request. Og svo er hérna authentication. Þannig að hvernig myndi það vera ef við vildum síðan nota þetta session til þess að vera með einhvern notanda og geta látið hann logga sig inn og vitað af honum. Þegar það er náttúrulega mjög áhugavert af því að það eru svona langt flest á svona einhverjum vefkerfum sem að gera eitthvað svona, þau hafa eitthvað koncept það að vera með notendur. Og svo villumeðhöndlun. En ef við bara rennum aðeins yfir að hvernig þetta er sett upp og skoðum aðeins inn í leiðinni hvernig þetta Express Session kemur inn í. Þetta er bara það sem ég tók úr í raun Express Generatornum. Ég byrjaði bara því. Það er bara gefur manni svona einsleitt að sýna á það hvernig hlutirnir eru og þegar við munum skoða svona hvað svona framework gefa þá er það oft rosalega kostur að þau að gefa okkur eitthvað svona sem er svona einhver leyti staðlað. Þannig að það er ekki bara Nonni gerir þetta svona, Gunnar gerir þetta hinsegin, svo kemur Palli og hann veit ekkert í hvort fótinn á að stíga ef hann þarf að vinna í báðum þessu verkefnum. Af því að svona consistency er gott. Hérna erum við búin að bæta við því sem kemur ekki með, sem er Express Session og við skoðum bara hvernig þetta lítur út. Það er svona klassískt, maður er með eitthvað svona, heyrðu, nú langar mig að gera eitthvað, mig langar að fá svona session. Að það sé frábært stuð og þá fer maður bara og maður leitar og við finnum hérna og það er meira að segja Express vísar í þetta og í fyrri útgáfum Express var þessu böndla með en núna er þetta tekið út fyrir. Þetta er bara simple session middleware for Express og þetta er bara svona sama þegar við erum að skoða svona einhvern open source kóða. 837 star, síðan 293 commit, latest commit a day ago. Þannig að það er alveg eitthvað að gerast þarna. Þannig að maður setur alveg traust í þetta. Oft á tíðum, það er maður að passa sig. Maður er að taka eitthvað sem er einn búinn að stara og það er senasta updatið var fyrir 5 árum síðan. Kannski svona, tekur maður bara svona rólegt skrif aftur á bak og finnur eitthvað annað. En síðan er líka bara, þegar maður er búinn að svona vetta þetta eins og skoða bara hvernig lítur þetta út hérna. Er þetta vel dokumenterað og þetta er bara ferlega vel dokumenterað. Og ég ætla nú ekki að fara yfir alla mögulega parametra sem fara inn í þetta, en hérna neðst, hérna,
Eða svona dæmi hvernig við gerum þetta. Við erum með eitthvað Express app, og svo segum við bara use og session tekur við einhverjum hlut sem með einhverjum svona presetum sem í raun að stilla til þess sem við erum að fara að nota. Og þetta þá þannig að það eitthvað secret sem notað til þess að krypta cookieð sem fetur notandans, og svo eitthvað resave, save, uninitialized. Þetta í raun bara áttu að vera að gera þetta í hvert skipti fyrir hvert request eða bara þegar það búið að breyta einhverjum gögnum. Og svo með eitthvað cookie sem í raun mun geyma það mun geyma ID-ið sem síðan mappast við eitthvað session store hjá okkur. En session store eitthvað sem við ætlum ekki að fara yfir núna, en það í raun það sem að geymir í raun síðan öll gögnin sem við setjum. Og kemur síðan session store implementation. Og þannig að þetta við geymum eitthvað ID, einhverju cookie, og við höfum síðan á þjónum hjá okkur höfum við í raun einhverja geymslu sem mappar þetta ID við einhvern hlut eða við eitthvað gildi. Og út úr boxinu þá fáum við, sem sagt, eitthvað bilað, en við fáum bara svona in-memory session storage, sem að þið bara geymt í minni, leið og prósentin deyr, fer minnið og við geymum ekki neitt í raun og veru. Þannig að þetta bara eitthvað sem við getum aðeins notað í development eða fyrir eitthvað svona proof of concept eða eitthvað svona. Þetta eitthvað sem við notum aldrei í production. Það svo connect Redis sem voðalega vinsælt og mjög auðvelt í uppsetningu, sem svona NoSQL document storage sem við erum aðeins að ræða seinna. En við erum bara áhugasum það að fá eitthvað til að láta keyra. Við viljum bara sjá þetta virka. Þannig að eitthvað sem ég tók, bara þetta dæmi og aðlagaði aðeins að mínu, sem bara eitthvað sem telur hversu oft við heimsækjum einhver ákveðna síðu. Þannig að ég með routes, og það eitthvað routes index sem með þessa síðu sem að telur þetta fyrir okkur. Þannig að við kíkjum þá router get foo, þetta fall. Þannig að við fyrir á foo, þá ætla ég að fara og fletta upp í einhverju rec session sem það búið að búa til fyrir mig að þegar ég búið að stilla upp sessioninu, og það með einhver object sem heitir views, og inn í því ég að fara að fletta upp foo, og þetta bara eitthvað, við skoðum hvernig þetta fæst. Þetta í raun að fara að segja okkur hversu oft við höfum heimsótt þessa síðu, og þá prentum við það bara út. Þá í raun, hvernig gerum maður þetta? Hvernig látum við einn hlut á forritinu tala með einhvern annan hlut og geyma einhver gögn á milli og gera eitthvað spennandi? Þá það með þessum middlewareum sem í raun að breyta og bæta við og eiga eitthvað við requestin og response hlutina. En síðan uppsetningin sem ég setti á sessionið, þannig að við erum með eitthvað cookie. Við setjum ekki domain Maður gæti svona verið haldið að maður ætti að skrifa localhost, en það mun ekkert virka, af því að domainið verður að vera í raun með svona TLD, svona top level domain, eins og bara hi.is, af því að þetta þá domainið sem cookieið sett á. Þegar við erum að vinna á localhost, þá cookieið sett á tómastrengin sem mun þá virka fyrir localhost, út af því að localhost ekki rétt domain, það ekki localhost punktur eitthvað. Af því að það síðan hægt að setja punkt domainið, ef við setjum punktur hi.is, þá við að fara að setja cookieið á öll subdomain á foo.hi.is og svona. En fyrir localhost þá getum við ekki sett neitt, af því að það væri þá sambærilegt því að setja á .is, og það náttúrulega meikar ekkert sens að geta sett cookie á .is, af því að það myndi þá cookie sérast milli allra domaina sem eru með top level domainið .is. Þannig að fyrir localhost þá höfum við þetta tómt. Við ætlum að segja HTTP only false, en við ætlum að skoða hvað gerist með það. Það þessi setning á cookie sem segja þau séu aðeins aðgengileg yfir HTTP, ekki í gegnum JavaScript. Og svo secure, og við segjum false líka, þegar við erum að keyra á localhost, og ef við segjum secure jafnt og true, þá verður gerð krafa það að við séum að keyra yfir HTTPS, sem við komum líka aðeins inn þegar við förum yfir öryggismálin. Síðan setjum við þetta með einhverju secreti og setjum cookieið og setjum síðan name sem það nafnið á sessioninu okkar. Svo kemur eftir ég búin að gera þetta,
Þannig að þá mun núna, þegar ég er búinn að segja appinu að nota session, þá mun þessi rec.session hlutur verða til. Hann mun vera populataður í gegnum þetta hér. Þannig að hann mun bara sjá þetta fyrir okkur. Og svo kalla ég hérna næst í eitthvað annað middleware á appinu okkar sem heitir viewcounter. Og svo kalla ég bara use hérna fyrir slash, þá nota ég routes og svo eitthvað auth. Þannig að hérna er ég bara að bæta við routerum eins og því ætti að vera orðin kunnug En þessi viewcounter, hann er hérna einhvers staðar, við sækjum hann eitthvað, viewcounter, og þá erum við að geyma hann hérna í einhverju middleware folder sem eitthvað viewcounter.js. Þetta er svona önnur leið. Við gætum skrifað þetta allt hérna, en núna er í raun bara app.js, bara svona, þarna erum við bara að taka alla vírana, setja þetta alltaf rétt á stað, sparka í þetta, íta á stað og þetta er bara allt það sem þarf til að stilla forritið okkar af. Við reynum að halda okkur frá því að skrifa eitthvað mikið af lógík inn í þetta. Þannig að það er mjög fljótt að vinda upp á sig og það er best að reyna eins og við getum alltaf að aðskilja okkur niður í einingar. Við erum alltaf bara að hugsa þetta í einhverjum einingum. Það verður þetta bara mun auðveldara. Þannig að hérna erum við með 3 middleware sem við erum að geyma sér og eitt af þessu er þetta viewcounter middleware. Svo erum við með error handler sem við setjum hérna aftast og not found handler. Þannig að þetta er í raun bara það sem kemur frá Express en mér finnst alltaf miklu snirtilegra að reyna að rífa þetta svona út þó að það sé ekki stórt. Það er alltaf lægi að skrifa eitthvað þó að það séu bara 3 línur. Þannig að ef það einhvern tímann stækkar þá vitum við nákvæmlega hvað það er sem við erum að fara að breyta og við erum ekki að fara eitthvað að hringla með það hvað þetta er og eitthvað svona. En hérna er þessi view counter og þá er þetta í raun að exporta einhverju falli hérna sem er þá middleware út frá þessari hérna signature að því. Það tekur request hlutin, response hlutin og svo next fallið sem er þá til þess að kalla áfram í næsta middleware. Og hér ætlum við að nota okkur það bara að það er eitthvað rec session til og við ætlum að bara ná í views hlutin á því. Ef hann er ekki til, þá ætlum við bara að búa hann til. Síðan tökum við í raun út frá request hlutnum hvert pathið er, hvað er verið að biðja um. Þannig ef við erum að biðja bara slash, þá er þetta bara slash. Ef við erum að biðja slash foo, þá er þetta slash foo. Og við notum þetta sem hérna keyinn inn í þennan views hlut. Ef hann er ekki neitt settur, þá segjum við bara að þetta sé 0. heimsóknin og svo incrementum við þetta 1. Þannig að þarna er bara ef það kemur heimsókn á slash, þá segjum við bara slash 0, svo +1, svo +1 og erum bara að telja allar heimsóknir sem kom inn hjá okkur. Og svo í lokin köllum við bara next. Þannig að þarna erum við bara setjum einhvern smá kóða, hann keyrir, svo mun þetta bara rétta stjórnina aftur til næsta middleware og svo áfram, þangað til einhver endar requestið. Og svo þessir error handler og not found handler, það er bara hérna er þetta þessi development error handler, hérna gætum við líka verið að skoða í hvernig umhverfi við erum, sem við aðeins eftir að skoða næstu viku þegar við fyrir að skoða hvernig kem ég þessu síðan eitthvað annað en bara tölvunum minni, þetta er eitthvað skemmtilegt þar. En núna erum við bara að horfa á þetta sem bara algjörlega eitthvað development dæmi sem við erum að gera og hérna erum við bara að fara að prenta út villuna. Og svo fyrir not found handlerinn, það er bara sama. Þetta er í raun bara, ef það er ekkert route sem tekur við, þá er þetta middleware sem tekur við og segir, hey, það fannst ekki neitt og lætur í raun next hérna fá villuna og þá mun það triggera það að þessi error handling middleware taki við. Þannig að hann er með annað signature, hann er með hérna error object fyrst sem gerir það verkum að hérna, með því að kalli þetta, þá mun það triggera þetta. Og þá sjáum við hérna res status sem er HTTP status kóðun sem við skilum. Hann er annarkvort úr errorinu sem er að koma eða 500. Þannig að shortcutið hérna 500 ef þetta er ekki sett. Þannig að hérna setjum við status í 404 og errorið með message not found. Þannig að hérna munum við fara hingað, fá message not found og statusin 404. Ok, þá ættum við að geta keyrt þetta upp. Já, ok. Þannig að þá geri ég hérna bara note bin waff, notum þetta sem að nú er ekki stað. Svona. Förum svo hérna á localhost 3000. Þá fáum við bara upp þessa default síðu, ég var ekkert að eiga við hana.
og svo förum við hérna á /foo. Kannski áður en við gerum það, þá viljum við skoða hérna resources. Hérna höfum við cookies og byrjum bara að henda öllu út hérna. Þá erum við ekki með neinar cookies og nú erum við búin að henda þeim öllum eða voru einhverjar fyrir. Og nú ætlum ég að opna hérna localhost og þá fáum við hérna svarið frá localhost þegar við köllum í hérna. Þá hérna request headerinnir okkar sem segja til bara hvernig við vorum að köllum í og hvað vorum að biðja og það bara eitthvað hérna. Og svo fáum við eitthvað response frá þjóninum og hann segir hérna bara þetta er góðu lagi, það var hérna 200 OK, þú veist að fá text.html eða eitthvað svona og svo fáum við hérna set cookie sem þýðir það að responseið segir okkur fyrir öll framtíðar request sem þú gerir þá skaldu senda þetta gildi með. Þetta cookieið session með þetta svakalega langa gildi hérna sem að þú átt að senda með í hvert skipti. Og með því að gera það, þá erum við búin að búa til í raun eitthvað svona einhvert ID á milli clientsins og servicesins. Sem veldur því þá að þegar við förum hérna inn á Foo, þá núna fæ ég að ég sé búin að heimsækja einu sinni, tvisvar, þrisvar og þetta allt tengt við sessionið mitt. Þannig að núna loka ég þessu og opna aftur. 3000, akkurat. Þá þetta ennþá til staðar, af því að klientinn minn sem Chrome, hann geymir þetta cookie, hann kann bara halda í það og hann veit að þetta var sett til þess að vera í raun aðgengilegt í það langan tíma að þetta dekki að deyja þegar við lokum einhverju sessioni. Þannig að það expirar, ja, það enda session en að þegar ég lokaði ekki vafranum þá það ekki þetta skemmtilegt. Það session, þannig að ef ég loka vafranum þá hverfur það. En ef ég vildi að það væri ekki session, þá myndi ég geta sett á í raun á cookieið þú getur sett á það eitthvað gildi segir hversu lengi það hún á að vera til staðar. Þannig að getur sett hérna max age einhverjar sekúndur og þá mun þessi cookie vera til svo lengi sem þessi tala gefur til kynna. Og svo getum við refreshað hana alltaf þegar þú kemur inn. Þegar ég gerir request, þá erum við raun að ýta í hana aftur og hún lifir lengur. Og það að stilla þetta alls konar til. Þannig að núna erum við komið með einhverja virkni til þess að í raun persista einhverjum gögnum á milli clientsins og servicesins. Þannig að núna getum við farið hérna og áður en við kannski gerum það, þá aðeins error handling, sjáum hvernig þetta spila saman. Því að núna sjáum við fáum bara hérna, við erum að nota get og við erum að fá 200 OK tilbaka hérna fyrir þetta og svo fyrir hérna styles fyrir CSS-ið okkar. Og CSS-ið okkar að koma úr þessari public mappi hérna sem við fáum líka ef við notum Express generatorinn. Það eitthvað bara hér, eitthvað mjög basic og þetta í raun að fara hérna í gegnum þetta eina middleware sem shippar með Express sem þessi static handler. Þannig að hann tekur þá alla möppur undir public hérna. Þetta svona galdrabreyta sem segir hvar við erum. Þannig að þetta mun vera bara hvar við erum að keyra /public og hann mun bara leita þar ef það kemur request inn sem bara /styles eða hvað þetta var hérna /stylesheets /style.css þá sér hún ég á þessa skrá bara statíska lokali á drifinu hjá mér í serveri hann bara beint út og við þurfum ekki að hugsa það þannig að við getum hent inn myndum CSS-i, JavaScript og alls konar þannig og við gætum jafnvel verið með eitthvað gulp task sem væri bara að fýta þarna inn einhverju parsiðu einhverju þýddu einhverju sassi eða einhverju öðru bara inn í þetta og svo svo statically serverað út.
Svo erum við hérna not found og error handlerinn. Þannig ef við byggjum einhverja síðu sem ekki til, þá fáum við hérna not found. Þá fáum við hérna, að því að við skilgreinum það, þá fáum við 404. Og svo ef við förum hérna í index, þá hérna einhver rát sem kastar villu, error. Þannig að við það að gera þetta hérna, þá grípur Express það hefur komið upp ykkur villa og fer með það út þessa middleware keðju og það mun síðan vera pikkað upp af error handlunum. Þannig að þá gerum við hérna /error, þá fáum við bara þessa villu sem við skrifuðum og við sjáum hérna stacktrace hvaðan hún kom og við sjáum að nú erum við að fá hérna 500 villu, þannig að við erum að fá internal server error. Þannig að eitthvað gerist vitlaust hjá servernum. En, ok, við setjum síðan eitthvað aðeins meira kjöt á þetta. Þá hérna, ætlum við að nota líka routes úr þessu auth. Og við kíkjum á það. Þá þetta að nota bara dæmi frá Express, svona aðeins einfaldað, sem að gefur okkur bara eitthvað, við erum með einhverja síðu, sem þá hérna /restricted. Og ef við förum inn á hana og erum ekki búin að logga okkur inn, þá eigum við að þurfa að logga okkur inn. Þannig hérna, við séum hvað gerist. Við kölluðum á restricted og við fengum tilbaka 302 move temporarily af því að við köllum í hérna, segjum við fyrir routið restricted, þá ætlum við að hafa svona route middleware. Fyrsta í röðinni ensure logged in. Af því að það betra að vera loggaður inn tvisvar. Og svo eftir því förum við á index. Þannig að það sem þessi ensured logged in gerir, að hann tekur við requestinu og responsinu og next handlinum. Og hérna erum við að fara svona bransa, hérna erum við að fara að taka ákvörðun það hvort við ætlum að gera. Ætlum við að kalla það næsta middleware og leyfa það bara keðjunni að halda, eða þurfum við eitthvað að ýta á bremsuna og gera eitthvað annað. Þannig að þá athugum við, til einhver user hlutur á sessioninu, ef hann til, þá erum við bara sátt og við köllum í next, sem að okkur alveg sama hvað Þannig að þessi hérna, þetta fall hérna, þetta middleware, það eina sem það hugsa bara, í lagi fyrir mig að senda þetta áfram eða ekki. Og ef ekki, þá ætlum ég að kalla í response.redirect á login. Þannig að hey, þú ert ekki loggaður inn, þú þarfst að fara þangað og logga þig inn. Og ef þetta kallar í next, þá förum við bara á þetta, hérna, á þetta indexfall sem gefur okkur einhverju upplýsingar. En það sem okkur var redirectað yfir á login, sem við sjáum hérna, restricted, response header, 302, svo kemur hérna location/login. Þannig að við það að fá þennan login, hérna location header hér, þá tekur klientinn okkar, browserinn, við segir, við höfum að fara þangað og redirector okkur þangað og það það bara alveg nýtt request hérna á /login sem þá gert, þá fáum við 200 OK og höldum áfram. Oft tíðum geta þessar login-keðjur alveg orðið svolítið langar og ef við gerum einhver mistök, þá fáum við eitthvað svona endalausa lúpu sem að vafrinn síðan safeguardar fyrir og stoppar okkur. En nú fáum við einhverja síðu hérna og hún þannig gerð að vera með hérna login. Einu sem hún gerir bara að rendera eitthvað login template og það form sem að hefur hérna 2 input, annan fyrir username og hitt fyrir password. Og svo erum við með hérna value á usernameinu og eitthvað username. Þannig ef við sendum gögnin í þetta view sem breyta sem heitir username, þá munum við gefa það username upp, en ekki fyrir passwordið. Svo erum við með takka sem login, sem að mun í raun posta þessu eða keyra methodið hérna sem post á þetta hérna, á þetta url, á login. Þannig að þetta það sem við sjáum hér og ef við gerum bara eitthvað hérna, eitthvað bull, ekkert password, login, villa viðurkenningu og heldur hérna usernameinu. Það það sem að gerist á hérna, við förum router post
á /login, það fyrir login handler, login handler hérna, það líka eins og svona middleware, það vinnur úr forminu, tekur usernameið og passwordið og síðan kemur hérna kalli eitthvað users og það eitthvað fall einhver hlutur sem hefur eitthvað fall sem heitir auth og það tekur username, password og svo eitthvað callback og það raun mun taka og út frá einhverju users hérna sem við erum með skilgreint hérna uppi sem eitthvað users eitthvað require lib users þannig við erum bara að segja að það eitthvað dót sem kann að segja okkur hvort að einhver sé notandi eða ekki þannig þetta raun bara að hugsa það að byggja þessa síðu og sjá til þess að fólk sé loggað inn eða ekki það kann ekkert, við erum ekkert að bæta við þeirri lógík hér að vita hvernig á að vita hvort einhver sé loggaður inn eða hvort hann sé með rétt password eða eitthvað. Við ítum því bara á eitthvað svona library. Þannig við erum að reyna svona skiptis upp í svona lógískar einingar. Og þetta callback hérna sem mun þá gerast það tekur einhver tíma fyrir okkur að gá hvort þessi notandi sé authenticated eða ekki. Ef það kemur user tilbaka þá segir við hérna session regenerate þá látum við í raun sessioni vera til aftur, þá verður til nýtt ID það svona öryggismál sem við munum hérna sjá seinna og svo segir það bara rec session.user þessi user sem kom tilbaka og svo redirectum við á þetta restricted svæði þannig að ef þetta notandi sem með username og password sem við hérna erum sátt við þá loggum við hann inn og sendum hann áfram annars þá segir við hérna eitthvað data, username sem við sendum inn og eitthvað error true og renderum svo bara aftur þetta login form. Þannig þá séum við hérna if error, villa viðurkenningu, þá það hérna og svo username og það birtist hér. Ok, þannig núna sjáum við hvernig þetta virkar og ef við kíkjum síðan hvernig enn frekar þetta library innan gæsalappa sem að séum að ná í notendur okkar virkar þá þetta tekið hérna bara alveg frá þessu express dæmi þá svona smá dítúr notendur þegar þið hefðu örugglega eflaust heyrt af því að hérna svona síður á netinu hafa ekki staðið sig sérstaklega vel og svo eitthvað brotist inn að þar, dömpað einhverjum gagnagrunnum og inn í því eru notendanöfn og lykilorð bara í plaintext og svo fer einhver og segir hérna hey, jonatexample.org með lykilorðið 1, 2, 3, 4, 5, 6 ætla sér með aðgang þarna eða þarna og prófar þetta og ég bara automatar þetta og bara keyrir á alla notendurna sem fundust með öllum passwordunum sem fundust og bara reynir að logga sig inn út allt og koma síðan viðkomandi í einhver vandræði. Sem ástæðan fyrir því að við geymum aldrei lykilorðin okkar bara í plaintext, bara neins staðar. Við viljum alltaf hafa eitthvað svona hashing algoritma sem tekur lykilorðið og svona hassar það, eða þetta líka, hvað þetta kallað íslensku? Tætifall, hakafall og tekur eitthvað input og hérna tökum við líka inn eitthvað salt sem þá eitthvað einhverjum gildi með þessu þannig ef ég var með lykilorðið 1, 2, 3 og þú var með lykilorðið 1, 2, 3 þá fengjum við ekki sömu niðurstöðuna þegar ég myndi fá kannski saltið ABC og þú XYZ þannig að þá erum við að fá mismunandi gildi þannig við geymum saltið sér, setjum það með passwordinu keyrum þessum gegnum þetta hackafall og fáum tilbaka einhvern langan streng sem það sem við síðan geymum. Þannig að in theory þá ættum við ekki að geta tekið tilbaka lykilorðið út frá hassaða gildinu. Já, saltið bara eitthvað random gildi sem búið til og geymt með. Ég veit ekki hversu stórt það af því að ég ekki mjög góður í einhverju svona kryptografíu, ég bara svona neitandi kryptografíu. En hérna allavega þannig að ég fylgdi bara þeirra skref og það eitthvað svona hashing dót með salti sem þá enn annað library sem við erum að nota hérna sem nota síðan crypto sem bara í core í Node. Það notar einhver kryptoföll, ég skoði þetta ekki einu sinni. Það keyrir einhverja 12.000 iterationir
sem á einhverjum hardware einhver tíman mun taka 300 millisekundur sem ástæðan fyrir við fáum callback og skilar okkur síðan passvordi og ef það ekki gefið upp salt þá fáum við í rauninni eins og við séum að búa til passvordi. Þannig að ég gefin eitthvað eins og við gerum hérna, gefin 1, 2, 3 og svo vista ég hérna á þessum administrator. Þetta bara algjör söðukóði sem við höfum aldrei notað í neinunum einhverju svona algjörum dæmum, aldrei notað hann að kóða og geymir þetta síðan í svona innan gæsalappa gagnagrunninum okkar hérna sem bara eitthvað object þar sem við erum með notandan admin og við erum með notandan foo og admin þá með þetta lykilorð 1, 2, 3 og foo með lykilorðið bar. Og síðan erum við með þetta auth-fall og það keyrir bara þetta hash með passvortinu sem kemur inn frá forminu á móti því sem saltað á saltinu á notandanum og ef það gengur upp þá í raun höldum við áfram. Annars fáum við bara eitthvað villu að þetta hafi verið vitlaust passvort. Þannig að núna ef við prófum að lokka okkur inn hérna með einhverju admin 1, 2, 3 þá fæ ég hérna, hei, ég bara innskráður. Ég sé hérna, ég get skoðað /restricted og núna ég komin inn á þessa innskráðu síðu og þá sjáum við hérna að við erum með restricted, það þetta ensure logged in og svo það index og það sem þetta index er bara alveg nákvæmlega eins af því við erum bara að segja það bara kallað í þetta svo lengi sem að það má einhver sem loggaður inn kalli þetta. Þannig að við erum ekki að blanda saman inn í þetta middleware eða inn í þetta route lógíkinn til að passa upp á einhver sé loggaður inn sem svolítið svona fallegt við það að geta skipt þessu upp svona, búið bara til svona eitt fall hérna sem eru bara einhverjar 4 línur og hent því síðan bara á. Ef við vildum núna fá nýtt route sem ætti líka að vera eitthvað extra restricted þá getum við bara hent þessu fyrir framann og búið svo til búið til gögnin sem á að vista í einhverju öðru svona middleware sem að séum að birta gögnin. Þannig við þurfum ekki að fara eitthvað ef við værum með index, værum fyrst að passa upp á viðkomandi sé loggaður inn, verður að vera loggaður inn, svo copy-paste við það inn í eitthvað annað og við erum komið með algjört spagetti eftir smá stund. Heldur erum við bara að brjóta þetta upp í einingar og endurnýta. En síðan það sem þetta gerir bara kallið þennan session hlut okkar, taka sér userinn, setja hann með, taka svo eitthvað list users, úr þessu users falli sem bara birtir okkur alla notendunar og birta það hér. Þannig hérna fáum við innskráða sem admin, það þá bara gert með því að lesa úr þessum user hlut og svo bara ítra í gegnum alla þessa notendur sem við fáum í þessum hlut þannig. Þannig að þetta síðan munum við skoða mánudaginn hvernig getum við gert eitthvað meira alvöru úr þessu, hvernig getum við gert þetta eitthvað meira spennandi, eins og tengið við einhverja alvöru gagnageymslu og gera þá eitthvað bara svona alvöru kerfi. Þá erum við svona að fá seinasta bitan í púslið, hvernig við getum búið til svona heildstætt VF-kerfi. En segjum þetta gott í dag, góða helgi.